komið sæl. Það hefur verið stíf suðlæg átt á landinu í dag og gengið á með svona, getum sagt, dimmum skúrum bæði sunnan og vestan til á landinu og eðlilega þá hafa fallið él þá til fjalla og á fjallvegum og svona aðeins kólnað síðan í gær hjá okkur en þó nú ekki meir en það að hámarkshiti náði 14 stigum og það gerðist á Austurlandi í dag en vestanlands í gær. Og við sjáum hér nokkuð skarpa og djúpa lægð hér vestur af landi að hádegi í dag og ef við keyrum hreyfimyndina af stað þá sjáum við að lægðin hún fer nú að grynnast nokkuð hratt og leita síðan hér til austurs í raun og veru upp að land og endar hér fyrir sunnaland þá annað kvöld. Loftþrýstingur fer því nokkuð hratt stígandi hjá okkur á morgun og útlit fyrir að verði nú svona nokkuð hár loftþrýstingur hjá okkur næstu daga og allavega vel fram eftir næstu viku. Og við sjáum að svona þessi hlýja tunga sem var hér yfir okkur í gær, hún náttúrulega komið langt frá landi. Þó það nú þannig að á láglendi að þá daghiti nú svona víðast hvar yfir frostmarki og verður það sennilega að megnunum til allan næsta sólarhringinn. Ef við tökum stöðuna þá í fyrramálið þá sjáum við að það verður svona nokkuð lík stað og var megnunum til í dag en samt svona farið að draga úr vindi en þá getum við þó reikna með nokkuð safaríkum skúrum bæði sunnan og vestan til á landinu. Ætti að vera bjart veður að mestu leyti þá norðan og austanlands og hitatölur svona nokkrum gráðum yfir núllinu getur sagt svona víðast hvar en hætt við að svona í kringum frostmarki eða jafnvel vægt frost til fjalla. Loftþrýstingur fer síðan hækkandi þegar líður á daginn og það dregur þá úr skúrunum, loftmassin verður stöðugri og annað kvöld að þá ákveðlega lítið eftir í þessum skúrabökkum. Við sjáum að það getur gert svona stöku skúri hér sunnan til á landinu, það svona kannski helst þar að það verði einhver ákveða ráð í þessu en ekki þetta útiloka að það gerist einnig í öðrum landshlutum og eðlilega þá verður þetta él til fjalla. En orðið svona hæglætis veður í þessu og bjart veður þá víða helgina. Við sjáum hér þá kort sem að gildi þá miðjan á laugardaginn. Spáin að gera ráð fyrir að það verði skýjað út yfir norðurströndina og sums staðar getur það nú svona síið lengra inn á landi svo til dæmis við Húnaflóann en bjartur dagur að mestu leyti svona norðan andvar í þessu að mestu leyti og hitatölur eðlilega fara þá svona aðeins að síga niður á við hjá okkur og á sunnudaginn þá nú svona nokkuð svipaðar aðstæður. Loftþrýstingur verður á sunnudaginn farin að skríða yfir 1040 millibör sem nú svona mjög hár loftþrýstingur heilt yfir og komið vægt frost í þetta á norðausturhorninu og víða í innsveitum en þar sem svona sérstaklega það sem andar af hafi og hérna við suður og vesturströndina þá við búið að daghiti verði þetta 2 til 4 stig. Breytir svo sem ekki mikið síðan fram til mánudags, svipuð staða áfram, en síðan spá svona að benda til þess að það herði nú svona aðeins á norðanáttinni þegar líður á næstu vik og þá geti jafnvel farið að snjóa á norður og austurlandi, en við skulum koma betur á því síðar. Hvað var það síðan veður í Evrópu að þá hafa hitastölur farið lækkandi þar og við sjáum til að mynda að það sums staðar frost í höfuðborgum á Norðurlöndunum og hiti svona víða eða rétt yfir frostmarki í Mið-Evrópu og því svona kuldaviðvörnir víða í gangi í Evrópu og þegar við förum síðan til vesturs að það sjáum við að bjart veður svona víðast hvar á Íberíuskaganum og jafnvel í suður Frakklandi en þó verið að vara við talsverðri úrkomu hér við austurströnd Spánar til að mynda á svæðinu rétt á milli Valencia og Alicante og talsverð úrkomu ákveð þar á ferð. Hefur verið stöðugt veður á Kanaríeyjum að undanförnu en nú bendir spár til þess að verður svona skúraleiðingar nokkuð víða þar á morgun og ef við förum síðan örstutt yfir til Norður-Ameríku þá hæð hér rétt úti fyrir austurströndinni og lægð inn yfir miðríkjunum sem teygir sér til Kanada og þar milli streymir hlýtt loft til norðurs. En við skulum segja þetta gott að vera í dag. Verið sæl.